Hver munurinn á þáttum og frumþáttum þegar við erum að tala tölur? Við erum ekki að tala sjónvarpsþætti hérna, heldur þætti í tölum. Þættir í tölum í raun bara að skrifa upp hvernig get ég búið til þessa tölu í margföldun. 1 sinni 6, 2 sinnum 3, get ég gert eitthvað fleira? Nei. Ég gæti snúið þessu við, en það sami hluturinn. Þannig að þættirnir hérna eru 1, 2, 3 og 6. Skrifað upp í stærðaröð, tel upp tölurnar sem komu fram í margfölduninni. Frumþættirnir hins vegar aðeins öðruvísi, því að þá skrifa ég töluna, svo ætla ég að skrifa töluna sem margföldun frumtalna. En hvað eru frumtölur? Frumtölur eru tölur sem aðeins einnótalan sjálf gengur upp í. Þetta eru til dæmis 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, svo þetta að halda áfram. Get ég búið til 6 með því að gera 2 sinnum eitthvað? Já, þá ger ég 2 sinnum 3. En þetta eru hvoru tveggja frumtölur. Og þá má ég gera hring utan þetta, að þetta eru frumtölur, og þá svarið bara 2 sinnum 3. Það eru frumþættirnir. Við notum ekki 1 sem frumþátt, því það alltaf hægt að gera 1 sinni. 1 margföldunar hlutleysa, breytir engu í margfölduna, svo sleppum við því. Þetta eru frumþættirnir. Ég var að prófa aðeins stærri tölu. 60 1 sinni 60, 2 sinnum 30, 3 sinnum 20, 4 sinnum 15, 5 sinnum 12, 6 sinnum 10. Hér ansi margir þættur. Ef ég fer að skrifa þetta upp, þá þarf ég að skrifa bara niður þennan lista og svo upp hérna megin. 1 sinni, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 og 60. En allir frumþátturinn jafn snúinn. Skrifið 60. Við getum gert 2 sinnum 30. 2 frumtala, en ég get haldið áfram og gert aftur. Ég geri eins oft og ég get. Get gert 2 sinnum 15, hefði líka geta gert 3 sinnum 10, það raun breytir engu í hvað röð ég ger þetta. Mér finnst ágætt að byrja alltaf efst, byrja á 2, prófa svo 3, prófa svo 5, prófa svo 7. Hér get ég ekki gert 2 sinnum, þá verði ég að prófa 3 sinnum. 3 sinnum 5. 3 hérna, 5 hérna, frumþáttunin komin. Ég get skráð hana sem 2 sinnum 2 sinnum 3 sinnum 5. Þetta eru annars vegar frumþættur, hins vegar þættir talna.